Komið sæl og velkomin í forystusætið. Sjálfstæðisflokkurinn, sem hefur verið helsti valdaflokkur landsins í áratugi, fékk 26,7% fylgi í síðustu kosningum og mælist með svipað eða minna fylgi í könnunum nú. Bjarni Benediktsson tók við sem formaður flokksins árið 2009 og hefur gegnt embætti fjármálaráðherra í sitjandi ríkisstjórn. Við ræðum við hann stóru atvinnuvegina, heilbrigðismál og ríkiseigur svo eitthvað sé nefnt, stöðu flokksins og með hverjum hann vill mynda ríkisstjórn. Bjarni Benediktsson, velkomin í forystusætið. Takk fyrir það. Ef við byrjum á þessu sem við myndust á í innganginum, fylgi flokksins. Rétt fyrir síðustu kosningar, þá var flokkurinn með þetta og jafnvel undir 20% og þú íhugaðir afsögn. Núna 3 árum síðar er flokkurinn með þetta í kringum 25% fylgi. Er það ásætanlegt og svona, hvernig metur þú stöðu þína núna? Já, það sem er áberandi er það að flokkurinn hefur minna fylgi svona heilt yfir á landsvísu en við njótum að jafnaði í sveitarstjórnarkosningum. Og það er kannski tvennt hægt að segja það, annars vegar erum við ekkert sátt við það. Við teljum að við eigum grundvöll, hefum forsendur til þess að sækja fram og ná í meira fylgi. Og hins vegar þá er kannski hægt að vera bjartsýnn og segja að þetta sýnir að það er sóknarfæri. Og við förum inn í þessar kosningar. Já, við höfum haldið kjörfylginu ágætlega á þessu kjörtímabili og við trúum því að við getum gert betur enn í síðustu kosningum. Og þú situr traustur í sætinu sem formaður flokksins? Já, ég hef fengið gott umboð á landsfundi sem var haldinn seint á síðasta ári og mér finnst vera góð samstaða í flokknum núna, bæði í þingflokknum og í félögunum vítt og breitt landið. Við héldum góðan flokksársfund fyrir skömmu síðan og það er mikill hugur í Sjálfstæðisflokki. Kannanir benda til þess að það gætu orðið aðeins 5 konur í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Hvaða áhrif heldur það gæti haft bara á meðferð þingmála? Á meðferð þingmála, þetta er náttúrulega stór spurning. Það er ekki alveg gott að segja. Ég vil bara einfaldlega segja þetta þessa stöðu. Það er mikið rætt það að konur hafi ekki náð þeim árangri í prófkjörum sem að skildi. Það er þó enga síður þannig að til dæmis í Reykjavíkurkjördæminu hjá okkur öðru þá erum við með 5 konur á meðal efstu 7. Í suðvesturkjördæmi þá gerðum við breytingu til þess að mæta kröfunni að konur fengi meiri framgang og ég hef sýnt það í verki í mínum störfum sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Þar sem ég meðal annars tók 2 konur með mér í ríkisstjórn eins og ég tók 2 kalla með mér. Við erum með formann þingflokksins konu. Bæjarstjórar eru konur fyrir Sjálfstæðisflokkinn víða um landið. Mér langar bara til að heyra hvernig þið munið af því að sjónarmið kynjanna og aðstæður eru stundum ólíkar. Mér langar til að vita hvernig þið ætlið svona að hugsa þetta á komandi kjörtímabili. Ætlar þú að setja upp kynjagleraugun sjálfur og Brynjar Níelsson og verður það þannig? Já, hvers vegna ekki? Ég tel að rödd kvenna sé sterk í Sjálfstæðisflokknum. Það er engin vafi á því að rödd kvenna hefur styrkt mjög á Alþingi í samfélaginu og konur sækja fram. Þetta er breyttur heimur bara frá því að ég kom inn á þing. Það stefnir í samkvæmt sumum könnunum að hlutfall kvenna verði það hæsta í sögunni. Í fyrra héldum við upp á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna. Við munum að sjálfsögðu setja kynjagleraugun þegar þess þarf á mál, en við erum fyrst og fremst að vinna að framfaramálum fyrir landsmenn alla. Þið lækkuðu veiðigjaldið á kjörtímabilinu og sjávarútvegsfyrirtækin eru engu að síður að skila milljarða hagnaði og greiða út arð sem nemur milljörðum króna. Finnst þið sanngjarnt gagnvart þjóðinni að þetta sé svona eigandum auðlindarinnar? Við hækkuðum veiðigjaldið á uppsjávarveiðarnar, hækkuðum það, við lækkuðum það á bolfiskinn. Veiðigjaldið sem hafði verið sett á bolfiskinn var óframkvæmanlegt þegar við tókum við þurftum að bregðast við og það hefur verið gefinn mikill afsláttur af því gjaldi vegna skulda margra útgerða. Þetta veiðigjalda fyrirkomulag er ekkit endilega fullkomið,
En þetta þó það gjald sem hefur skilað á þessu kjörtímabili meiri, hærri veiðigjöldum heldur en nokkur ríkisstjórn hefur tekið nokkru sinni á einu kjörtímabili. Og við verðum að fara, Íslendingar, við verðum að fara að gleðjast yfir því að þessi grundvallar atvinnugrein okkar gangi vel. Það ekki góð tíðindi annars? Það ekki frábært? Þegar ég var í æsku þá voru þetta bæjarútgerðir sem voru í ströggli. Það gekk illa. Kerfisbreytingarnar sem hafa kannski verið hvað mest gagnrýndar hafa tryggt að við Íslendingar erum að framleiða sem verðmæti úr hafinu það mesta sem þekkist á þessari jörð. Það enginn sem skapar meiri verðmæti heldur en Íslendingar með þessu kerfi. Sigurður Ingi nefndi það sérstaklega í þessum þætti hér í gær að hann væri ósáttur, þetta væri ekki gott kerfi og það væri æskilegt að gera á því breytingar en hann hefði mætt andstöðu þegar hann var sjávarútvegsráðherra við það meðal sjálfstæðismanna. Við skrifuðum í stjórnarsáttmálann að við vildum láta reyna á samningaleiðina að fara úr varanlegri úthlutun í tímabundna úthlutun. Það sem ég kannski óttast mest af þeim hugmyndum sem maður núna fljúga fyrir. Menn segja uppboð muni tryggja miklu meiri arð til þjóðarinnar. Ég held að það sé engin trygging fyrir því. Það engin trygging fyrir því. Það gerði það í Færeyjum í sumar. Já, þá ertu að tala uppboð... Bara brot. Þú ert að tala heimildirnar, þú voru seldar útlendingunum. Já. Sem að fóru til eins fyrirtækis. Og það voru útlendingar sem áttu fullt af útgerðum, meðal annars Samherji. Erum menn í alvörun að tala það að við að núna taka þessa fiskveiðiauðlind, sem skapar störf út allt land, og bjóða hana til útlendinga. Við erum með girðingu fyrir því útlendingar eiga ekkert hér í sjávarútvegi. Þannig að það á ekki við. En enga síður, uppboðsleiðin, hún getur, ef hún illa framkvæmd, þá getur hún valdið verulegri röskun byggðana. Ekki staðreyndin svo að frjálsa framsalið hefur verið gagnrýnt fyrir það að það tryggir engan stöðuleika í einstökum byggðum. Hvað heldur að uppboðsleiðin myndi gera? Þannig að þú ert ekki fara þá leið. Ef menn taka heimildirnar á einu stað og bjóðar upp og þær færast yfir einhvern annan. Það sem ég bara segir, ég hef áhyggjur af því, ef menn ætla að fara í að kollvarpa fiskveiðistjórnunarkerfi sem við höfum hér innleitt, sem skilar mestu verðmætum úr hafi meðal allra þjóða, þá hef ég áhyggjur af því að arðurinn sem menn að boða muni þá skila sér til þjóðarinnar, hann verði einfaldlega ekki til staðar. Ég hef áhyggjur af því. Ég hef hins vegar aldrei sagt að það sé ekki hægt að gera breytingar, betrumbætur á kerfinu. Ég vísa til þess sem stendur í stjórnarsáttmálanum að fara yfir í tímabundna úthlutun, en mér finnst menn ganga full langt í alls konar útgjaldaloforðum, allt á það að vera á reikning útgerðana á Íslandi. En það fleira að skila arði í þjóðarbúið en sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan? Já, talandum atvinnuveg sem að gengur vel, skilar gjaldeyristekjum. Þið ákváðuð að það var hætt við að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna. Hún núna, það 11% á hana. Sjálfstæðisflokkurinn segir í sinni stefnuskrá: eðlileg gjaldtaka þarf að vera af ferðamönnum og ferðaþjónustufyrirtækjum án þess að auka skattlagningu á atvinnugreinina. Hvað þýðir þetta? Ætlið þið að skattleggja eða setja gjald á ferðamennina? Fyrsta lagi varandi það sem við gerðum. Við hættum tímabundi við að fara með vask á gistingunum upp í 14%. Við hækkuðum hins vegar vaskinn úr 7 upp í 11% og við breikkuðum stofninn. Það greiddur virðisaukaskattur af miklu fleiri umfangsmeiri starfsemi heldur en áður var, fleiri svona þáttum. Þetta hefur skilað miklum tekjum. Við gerum líka breytingar fyrir veitingahúsin, þar sem að ferðamennirnir eru nú mjög drjúgir að skila sínu, sem að tryggir að virðisaukaskatturinn hann skila sér miklu betur í dag heldur en áður gerði vegna komu ferðamanna. Menn hafa haft miklar áhyggjur af því að við hefðum ekki fjármagn til þess að byggja upp innviði út af þessari þróun. En það hefur ekki verið alveg rétt vegna þess að við höfum varið mjög háum fjárhæðum í að tryggja fjármögnun innviðuppbyggingar, menn voru bara ekki alveg tilbúnir. Og það hefur komið í ljós að víða vantaði að skipulag væri klárar, að framkvæmdir væru full hannaðar og svo framvegis. Það sem ég sé einfaldlega fyrir mér ríkið á að sjá sína staði, þá að tryggja að í ríkiseigu séu ekki staðir sem eru í niðurníðslu. Svo hef ég bara ekkert á móti því að það sé tekið gjald fyrir það að njóta náttúrunnar annar staðar. Já, það sem sagt, þið eruð að hugsa að setja eitthvað gjald á ferðamenn? Það sem við erum búin að boða þreföldun á gistináttagjaldinu, það stendur í okkar langtímaáætlun og það þrefaldast næstu áramót, svo dæmi sé tekið. Þið segir líka í stefnuskráni það ber að virða eignarrétt og heimila gjaldtöku til að stýra aðgangi ferðamanna að viðkvæmum svæðum og þið viljið bjóða út þjónustu á ferðamannastöðum í eigu ríkisins. Bara til að mynda Geysissvæðið sem núna að komast í eigu ríkisins.
þá hugmyndin, svo nefnum það sem dæmi, að bjóða Geysissvæðið út og að það verði ekki tekið gjald af því? Já, við viljum skoða þann möguleika mjög alvarlega. Að við setjum mjög strangar skipulagsreglur það hvað megi, hvað ekki megi, hvers konar starfsemi megi halda úti og láta svo einkaaðila sjá þann rekstur sem heimilaður á svæðinu. Mér finnst mjög gott að taka Bláa lónið sem dæmi líka hér. Hefði það sem hefur gerst í Bláa lóninu bara átt sér stað ef að ríkið hefði haldið á þessum tækifærum? Ég held ekki. Ég held að einkafjármagn sem kom þar, tækifæri sem menn gripu, viljinn til þess að grípa þá möguleika sem að svæðið bauð upp á hjá einkaaðilum, hann hafi skapað þau gríðarlegu verðmæti sem að þar hafa orðið til. Og það meðal annars þetta sem við eigum við þegar við erum að tala að virða eignaréttinn, að það sé ekkert óeðlilegt við að taka gjald þegar að menn að veita þjónustu. Við skulum vinda okkur í heilbrigðismál. Eitt stærsti málaflokkurinn, heilbrigðismál, og eitt stærsta þrætueplið í sölum Alþingis kannski síðustu árum, heilbrigðismálin. Forstjóri Landspítalans talaði það fyrir stuttu og það hefði verið ákveðið að veita aukalega 1100 milljónum til Landspítalans, en nú veru 9 mánuði liðnir af árunu og hann væri rétt búinn að sjá 10%, 110 milljónir. Hvernig stendur á því? Þú ert væntanlega að tala þarna það forgangsverkefni okkar að stytta biðlistana. Við sögðum, þetta verður ekki þannig að Landspítalinn fái afhenta 1100 milljónir og svo sjáum við bara til hvernig það gengur að taka niður biðlistana. Það víðar í kerfinu þar sem þarf að höggva niður biðlista og við vildum veita fjármagninu í samræmi við þann árangur sem var að nást í að stytta biðlista. En hafði hann þá miskilið ykkur eða var hann að skekkja myndina með þessu? Nei, ég held að hann hafi mögulega haft væntingar að hærra hlutfall af heildarfjármagninu myndi koma til Landspítalans en heilbrigðisráðherrann hefur verið mjög skýr þetta frá upphafi að við ætlum að tryggja árangur fyrir fjármagnið. Og það meðal annars þetta sem að McKinsey skýrslan sem nýlega kom út heilbrigðiskerfið fjallar hún segir ekki einfaldlega afhenda peninga inn í kerfið, sjáu þið til þess að þið fáið raunverulegan árangur fyrir hver einustu krónu. Og við eigum að hætta að hugsa það hvort við erum að borga eða setja svo og svo hátt hlutfall af vergri landsframleiðslunni í heilbrigðiskerfið. Við erum að spyrja hvaða þjónustu erum við að fá? Hver eru gæði þjónustunar? Talandi að afhenda peninga inn í kerfið, að hve miklu leyti fylgir því að svona koma á einkarekstri í heilbrigðisþjónustunni? Já, við höfum nokkuð víða... Einkavæðana í rauninni. Já, við höfum talað fyrir því að öll grunn heilbrigðisþjónustan í landinu sé greidd af sameiginlegum sjóðum. Það þýðir að ríkið sér að fjármagna og kosta það sem til þarf. Spurningin einkarekstur í heilbrigðisþjónustu fjallar það hvort að ríkið þarf líka að vera veitandi þjónustunar fyrir þetta fjármagn. Ég þeirra skoðunar og það reynsla annarra þjóða að það eigi að skoða á tilteknum sviðum að nýta kosti einkaframtaksins í heilbrigðisþjónustu eins og það getur átt við annars staðar. En all grunn stóra heilbrigðisþjónustan sem að fer fram á sjúkrahúsunum, hún auðvitað ekkert að fara í hendur einkaaðila, það kemur aldrei til greina. Það enginn að ræða það. En það munur í þessum einkarekstur og einkavæðingu á fyrirtækjum annars vegar sem eru sjálfseignarstofnanir og veita þjónustu og fjármagnin svona sirkulerar sem að sletti, eða þegar það einkarekstur fyrirtækja sem veita þjónustu, þar sem hreinlega verið að greiða út arð, milljóna arð, sem í rauninni þá verið að greiða út úr kerfinu og það peningur sem fer út og í vasa eigenda þessara fyrirtækja. Já, hérna erum við auðvitað komin að mjög viðkvæmu efni og ég skil að margir spyrja sig hvort að það geti verið eðlilegt en það sem við værum að sækjast eftir með slíku rekstrarfyrirkomulagi væri að hámarka gæði þjónustunnar og afköstin. Þarf ekki að hafa eitthvað stjórn eftirlit og jafnvel hömlur á því hversu mikið af arði megi greiða út í slíkum fyrirtækjum? Jú, og það akkúrat það sem að heilbrigðisráðherrann gerði þegar hann síðast bauð út heilsugæslustöðvar, þá sett hann ströng skilyrði það hversu mikinn arð mætti taka út úr starfseminni. En við höfum vísbendingar það að minnsta kosti að á tilteknum heilsugæslustöðum þá séu meiri og betri afköst heldur en annars staðar. Við erum ekki að tala annað í þessu efni heldur en að læra af því sem að til dæmis Svíar telja að hafi reynst þeim vel. Við skulum vinda okkur að sölu ríkiseigna. Það verið að selja margar ríkiseigur þessa dagana.
hluti í reitum, glitni, lyfju og svo framvegis og umsjón þessara sölu í raun og veru á forræði fjármálaráðuneytisins og Lindar Kvóls. Þú vildi sjálfur leggja niður bankasýslu ríkisins og þannig að fjármálafyrirtækin væru á forræði fjármálaráðuneytisins. Þar á meðal Landsbankinn sem er einn stærsta eign ríkisins og það þekkja nú allir borgunarmálið. Hvernig getur fólk verið öruggt það að þú sért ekkert með puttana í þessu? Já, það er kannski full ástæða til þess að ræða það hversu miklu það skiptir að okkur ekki bara takist vel að taka við þessum eignum sem að ríkið hefur verið að fá til sín. Við erum að tala eignir upp á hátt í 500 milljarða. Þetta er algjörlega sögulegar breytingar sem eru að verða og síðan hitt hvernig verði farið með. Tillögur mínar varðandi bankasýsluna voru ekki að taka þetta til mín eða inn í fjármálaráðuneytið. Við ætluðum áfram að hafa stjórn bankana eða þar að segja meðferð eignarhluta ríkisins í bönkunum í armslengd frá ráðuneytinu. Þetta er spurning það hvort við eigum að vera með stofnun eða hvort að dugi að vera með ráð. En ég vek athygli á því að bankasýslan í dag að ég hygg með 3 starfsmenn. Varðandi Lindar Kvól, þá er það félag með sjálfstæða stjórn. Ég kem hvergi nálægt þar daglegum rekstri og það var mín tillaga að eignirnar sem komu út úr slitabúunum færu inn í eignaumsýslufélag hjá Seðlabankanum en niðurstaðan eftir þinglegu meðferð var að fjármálaráðuneytið myndi stofna sérstakt hlutafélag. Þetta fyrirkomulag sem við erum með í dag, sjálfstætt hlutafélag þær eignir, við erum búin að opna heimasíðu sem ég hvet alla til að skoða, eða þar að segja félagið hefur opnað þessa heimasíðu, lindarkvoll.eignir.is og síðan með sérstakar stofnun utan eignarhlutin í bönkunum. Þetta fyrirkomulag ætti að eyða öllum efasemdum að það eru ekki stjórnmálamenn að skipta sér af dagsdaglegum rekstri fyrirtækjana eða því hvernig fer með umsýslu þeirra. Í sambandi við söluna á bönkunum, það í stefnuskráni hjá ykkur og þú hefur talað svolítið að almenningsvæða bankana. Og að almenningur fái álitlegan hlut eignar sinnar milliliðalaust í hendur samhliða skráningu bankana á markaði. Fyrir hrun var talað að einkavæða og það muna sjálfsagt flestir eftir kennitölusöfnun fyrir, þarna þegar þetta var að gerast. Er þetta ekki bara nákvæmlega það sem að mun gerast? Er þetta ekki bara einkavæðing með svona almenning sem snyrtilegan millilið? Já, málið þetta að ég þeirra skoðunar að ríkið eigi ekki að binda 400 til 500 milljarða af eignum almennings í 2 fjármálafyrirtækjum. Það er bara mín skoðun. Ég tel að það sé langfarsælast að ríkið selji að fullu annan bankan og eigi eftir drjúgan hluta í Landsbankanum. En ertu ekki hrædd að bara þetta sama nákvæmlega gerist? Ég ætla að síðan að segja frá því hvernig ég sé fyrir mér þetta geti gerst. Ég held að sé óraunhæft að þetta gerist í einhver einu skrefi. Ég held að við eigum að hugsa þetta til lengri tíma, jafnvel til heils áratugar. Hugmynd okkar sjálfstæðismanna að almenningsvæða bankana gengur út á það að afhenda bara beint til almennings sem eru eiginlegur eigendur af þessum eignum, góðan hlut af banka, getur verið hvor bankinn sem millilegalaust. Það kemur engin greiðsla fyrir og það kannski munurinn á almennu útboði eða því að bara afhenda eignina. Og þetta ekki bara góð hugmynd vegna þess að fólk á þessa eignarhluti í raun og veru hvort þið heldur minnir þetta hjálpa til við að stækka hluthafa hópinn í bönkunum og hjálpa til við að skrá bankan og koma honum í dreift eignarhald, en það vissulega risavaxið verkefni að koma í sölu í svona litlu hagkerfi eins og okkar, stórum eignarhlutum og hér eiga undir. Og þess vegna sé ég þetta fyrir mér sem langtímaverkefni, við eigum að setja upp áætlun að þetta geti gerst yfir tíma. En almenningsvæðingin ekki einkavæðing í þeim anda sem áður var og við getum vel sett reglur hámarks eignarhlut einstakra aðila. Við getum ekki látið þennan þátt renna á enda á þess að fara í það sem kannski
þess valdandi að það eru kosningar í október en ekki næsta vor, Panamaskjölin, þegar þau komu fram í dagsljósi síðastliðið vor, það má segja að allur þungi þessa máls hafi svona fallið á Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Engu að síður þá komst þú inn í umræðina á þitt félag og félag eiginmanns Ólafar Nordal, innanríkisráðherra. Finnst þér ekki að almenningur hefði átt að vita af þessu fyrirfram, eins og krafan var gerðum þegar Sigmundur Davíð var spurður að þessu? Að þetta hefði átt að vera upp á borðum? Já, nú ætla ég bara að örstutt varðandi mál Ólafar. Það voru aldrei neinar eignir í neinu félagi og það var mjög einfalt mál. Í mínu tilviki þá hafði ég farið eftir reglum skráningu eignarhluta og ég hef bara gengist við því að ég stóði þeirri meiningu að félagið hefði verið stofnað af Landsbankanum í Luxemburg. Þannig, þetta skýringin á því hvernig ég svaraði hér í Kastljósþætti árið. Að öðru leyti þá vil ég bara rifja það upp að þegar ég gaf kost á mér sem formaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þá tók ég ákvörðun. Ég tók ákvörðun að slíta öll eigna tengsl við öll félög. Ég seldi allt sem ég átti og ég hugsaði með mér, ég ætla bara að vera í stjórnmálum. Þannig hefur það verið hjá mér frá þeim tíma sem ég var formaður í Sjálfstæðisflokknum. Áttu engin hlutabréf? Nei, ég hef ekki átt frá þessum tíma. Engin félög, engin fyrirtæki starfandi eða ekki? Já, engin skuldabréf, engin hlutabréf, engin verðbréf á nokkru tagi. Það er ákvörðun sem ég tók áður en ég gerðist formaður í Sjálfstæðisflokknum. Það hefur síðan komið fram að það tók tíma að slíta þessu tiltekna félagi sem átti hlut í íbúð. En ég er ekki bara að gera þetta til þess að það þurfi ekki eitthvað umræðu. Mér finnst þetta bara langt best svona fyrir mig. Ég ger ekki kröfum að aðrir gera þetta sama. En svona finnst mér best að ég safni mínum kröftum til þess að hella mér í stjórnmálin, að bara vera ekki með neitt svona af nokkru tagi og þannig hefur það verið allan þann tíma sem ég hef verið formaður og ráðherra. En svona prinsipp ástæða, þið sem eru svona að stýra þessari þjóðarskútu, ráðamenn þjóðarinnar, hvað finnst þér að þeir sem eru að reyna að koma svona skútun á réttan kjöl, eins og þeir eru búin að reyna að gera síðustu ár, að tala það að það er rétt að halda krónunni sem gjaldmiðli og hvetja til fjárfestinga hér á landi, að menn skuli svo geyma auð sín á útlendum bankareikningum. Hvað finnst þér það? Ég hef svo sem ekkert verið að geyma auðminn á einhverjum Hvað finnst þér almennt það að stjórnmálamenn geri það? Já, ég er þeirrar skoðunar að við eigum að búa í opnu frjálsu hagkerfi. Það verður hver og einn að svara fyrir sitt leyti hvort að hann hægi sínum fjárfestingum ef einhverjar eru með þeim hætti að það sýni trúveruleika gagnvart stefnunum að hafa krónuna sem gjaldmiðil. Ég er ekki í neinum fjárfestingum, ég er talsmaður þess að við séum með krónuna. Á þessum tíma sem ég kaupi íbúð hérna á árinu 2006, þá var ég með miklu meira af eignum hérna heima á Íslandi, heldur en nokkur sinni einhver lítill hlutur í íbúð í útlöndum. Þannig að það er ekki hægt að segja það mig, að ég hafi í einhverjum fjárfestingum hérna fyrir einhverjum árum síðan sýnt að ég hef ekki trú á krónu, það bara er ekki rétt. En ég er þeirrar skoðunar að við Íslendingar stöndum frammi fyrir meiri tækifærum heldur en aðrar Evrópuþjóðir til þess að lyfta undir enn frekari hagsæld í þessu landi fyrir fólki sem hér býr. Það bara blasir við okkur þannig framtíð út af ferðaþjónustunni, út af öðrum verðmætum sem að verða til, út af því hvernig við höfum byggt upp innviðinni gegnum áratugina og að við getum gert það á grundvelli íslensku krónunnar, en við getum ekki gert það ef við ætlum að fara fram úr okkur eins og mér finnst margir vera að gera núna í kosningaloforðum. Bjarni, af því að tíminn er hlaupinn frá okkur, ef að þú fær stjórnarmyndunar umboð, hver er fyrsti kostur? Ég verð að segja alveg eins og að þetta eru mjög óvenjulegar aðstæður núna. Ég myndi segja að það væri alltaf fyrsti kostur að mynda tveggja flokka stjórn. Á einu kjörtímabili þá koma bara alltaf upp svo mörg erfið mál. Eftir því sem flokkarnir eru fleiri þá verða sér sjónarmiðin magnaðri og það getur leitt til þess að stjórnina falli. Mér fannst til dæmis vinstri stjórnin, hún hékk í raun og veru bara á bláþræði og var í raun og veru fallin, hún var komið með stuðning frá minnihlutanum. Þannig að tveggja flokka stjórn hefði verið langbesti kosturinn, en ég sé ekki að það sé svo verði auðvelt að mynda tveggja flokka stjórn. En viljið þið áfram með Framsókn? Og við þær aðstæður, þá ætla ég bara aðeins að bakka. Ég ætla bara að vinna í því að efla stöður. Sigurður Ingi tala saman? Ég ætla bara að segja að ég ætla að efla stöðu Sjálfstæðisflokksins og svo ætla ég bara að virða lýðræðislega niðurstöðu. Við verðum bara að gera eins gott með þá niðurstöðu og hægt er. Auðvitað veit fólk að við getum unnið með Framsóknarflokknum. Þú hefur áhuga á því? Já, ég get vel séð fyrir mér áframhaldandi samstarf með Framsóknarflokknum, en við verðum bara að vera raunhæf. Það virðist ekki vera möguleiki að þessi tveir flokkar saman myndi eini ríkisstjórn
og þá verður maður að vera opinn fyrir öllum öðrum kostum. Maður verður bara að beita hérna einhver raunsæi. Þetta sjá allir. Þannig að nú bara að tryggja góða stöðu míns flokks og vinna eins vel með niðurstöðuna og hægt Tíminn á þróttum, Bjarni. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Næsti gestur í forystusætinu Oddný G. Harðardóttir, formaður Samfylkingarinnar. Viðtalið við hana verður sýnt á sama tíma annað kvöld. Verið sæl.